Góðan daginn og velkomin í 57. þáttu minn hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handafinn Óð. Nú, ég er að taka þetta upp í þriðja sinn. Það er eitthvað vesen á símanum fína. Þannig að eftir nokkrar mínútur þá frýs hann alltaf. Þannig að ég verð bara á nokkra mínútna fresti að stoppa og byrja aftur. Þannig að þið muni sjá svolítið svona... Já, það muni alveg verða vör við það örugglega. En ég tók upp þátt í gærmorgun og þegar ég var búin að alltaf að fara að setja hann inn í klippiforritið að þá sá ég það að hann fraus og ég tók upp annan þátt áðan og það sama gerðist. Þannig að á svona 7-8 mínútna fresti að þá ætla ég að byrja upptökun upp á nýtt en ég ætla ekki að vera að segja það í hver skipti þannig að þið bara vitið af því. Og svo læt ég athuga hvað er í gangi því að ég vil ekki sleppa því að taka upp og ekki taka upp á gömlu græjuna. Heldur læt ég kíkja á þetta þegar ég er búin að finna út úr þessu og kannski finnum við hjónin út úr þessu bara í kvöld. Þannig að velkomin, allir nýjur og gamlir og í dag var ég búin að segja, mánudagurinn 21. janúar. Ég er alveg rugluð í hvað ég er búin að segja og hvað ég er ekki búin að segja. Og í dag ætlum við að fara yfir klárverki, vinnslu, hvað datt í pokan, hvað er á döfunni og svona smá töskunum og smá blaður. Bara þetta hefðbundna. Og í klárunum, ef við bara vindum okkur í það, að þá var ég í síðasta þætti að að gera Exploration Station fyrir Stephen West sýnishorn úr Frú Valborg-garninu sem er himneskt og mæli innilega með og ég er búin að skila því að mér, ég náði að senda það á hann áður en hann fór út og þannig að ég set bara alveg í restina, ég set ykkur bara ég stopp ykkur bara núna og þá er ekkert mál fyrir maður að skeita því vídeo inn á milli svo að ég tók upp lítið vídeo af þessu sjali og setti það inn á Instagram þannig að ef ég klúðraði þá er það þar allavega en ég var að prjóna í þriðja sinn hinn tvö er mamma á fyrsta sjali sem ég gerði og ég á næsta og svo er þetta þriðja sýnishorn. Fyrsta sjali gerði ég úr einföldu leys frá Drops þannig að það er mjög fíngert og nett og er ekki nema 67 grömm. Mitt er úr Baby Merino frá Drops líka, er mjúkt og hlýtt og yndislegt og síðan þetta þriðja úr Frú Valborgu. Og þetta voru litir sem voru sérstaklega litaðir fyrir búðina hjá Stephen og Penelope í Amsterdam. Og ég seti inn það myndskeið hér. Nú, svo kláraði ég leyniverkefni líka fyrir hann sem hann er líka komið í hendurnar og ég segi ykkur frá og sýni þegar að því kemur. Ég var nú búin að sýna ykkur gatnið í síðasta þætti. Baby Suri og Fingering Guard frá Walk Collection. Guðdómlega hlýtt og yndislegt og fallegur litur, maður minn. Það var mjög erfitt að láta hann að fara. Og líka Exploration Station sjálflega því það smellpassaði við þetta. En ég á afgang af því gatni og ég ætla að gera mér eitthvað juicy við þetta úr því og einhverju öðru með. Afsakið. Það tekur á að taka aftur og aftur upp. Kannski mér að hefnast fyrir að vera bara að taka upp einu sinni á 2 vikna fresti. Nei, við finnum út af þessu. Síðan gaf hún Kristín í Vatnsnes mér ull til þess að prófa að spinna úr
og þetta er afgangurinn úr stærri hespunni. Þetta er 3 þráða, sem hún gaf mér fléttur sem voru í 3 mismunandi litir, myndugræn og svona bleikur og svona pínu sterkari bleikur. Og ég gerði 3 þráða hesp úr því og svo kláraðist eitt bleiki liturinn, þannig að ég gerði svona lítinn 2 þráða og hann getur nota bara í svona munsturprjón í húfu eða eitthvað slíkt. En ég gerði húfu af því að garnið var svo mjúkt og ég gerði húfu úr garninu og ég prjónaði ofan frá og niður til þess að fullnýta garnið og og ég fann bara fría uppskrift á Ravelry og valdi bara í þar inni í leitina þá setti ég bara top down þar sem maður getur svona greint niður hverju maður að leita. Þetta er hlýjasta og besta húfa sem ég á. Hún er náttúrulega bara mjög einföld en hún er svo hlý og mér þykir svo vænt hana og mér þykir svo vænt prjónavinni mína og ég er svo sannarlega með 2 góða hér, ég með hana Kristínu og svo er hérna frá prjónasystur minni dúskur sem prjónavinkonu segi sem var hérna í öðru af heimatilbúnu dagatalinu sem ég fekk. Og þetta er bara húan sem ég grípi í núna ásamt hérna Glow with the Flow í kuldabóla. Þannig það er yndislegt. Síðan er 4. klárið. Það er frá hérna, ég er í Knit Crate áskrift, fæ hespur frá knitcrate.com einu sinni í mánuði og ég veit að janúarsendingin er lögð af stað og desember var þetta hérna Vitalana Heather Chunky, Colorway Black Cherry og þetta er 100% ull og það eru 55 metrar í 100 grömmunum og ráðlögð prjónastærð er 9-10 mm en uppskriftin kallaði eftir 12 og allt frá Vitalana er gert sérstaklega fyrir Knit Crate. Nema uppskriftin gerði ráð fyrir 12 mm og hringprjón og ég átti ekki hringprjón þannig að ég prjónaði bara flatt og saumaði það saman og það er þessi kragi og þegar ég sá hespurnar og sá hvað átt að gera hvaða uppskrift fylgdi með þá var alveg kjörið að nota húfuna úr garni sem ég fekk hjá Kristínu í fyrrasumar. Ég gerði svona smá vöruskipti. Þannig að þetta svíkur engan í kuldanum hér á Vesturlandinu sem er núna þessa dagana. Snjór og læti. Þannig að mér er ekkert kalt á hausnum eða hálsinum eða neitt. Og þetta er afgangurinn af höspunni. Ég hefði getað gert eina fyrir viðbót en ég var orðin pínu stressuð að eiga ekki þá nóg til þess að sauma þetta saman. Hárið er alveg handónýtt, ég er náttúrulega margbúin að setja þessar húfur á mig. Fyrsti þáttur var tekin upp í gærmorgun. Svo er bara að sjá hvað gerist núna. En þetta er sem sagt klárinn. Síðan er það sem er í verkivinnslu. Ég misti móðinn í að klára gamla hluti. En það er í rauninni samt ekki nema 3 eftir. Sá elsti er Bits and Bobs teppið eftir hana KF Jones í Bakery Bears. Þar sem að ég er að nýta Fabel afgangana mína og þetta verður svona 90% af teppinu verður Fabel. Ég var á þessari bláu rönd þegar ég sýndi ykkur þetta síðast og ég vigtaði teppið og vigtaði það sem ég á eftir að gatni og ég er hálnuð með við það. Og það er alveg meira en faðmurinn á mér á breidd og þetta verður svona alveg bara fínt svona til þess að
fleia yfir lappirnar á sér út í legunni eða eitthvað svoleiðis. Ég verð greinilega með fullan bíl af teppum þegar við fáum okkur hann, eða tjaldvagni. Síðan nýjasta verkefnið sem er síðan í nóvember í fyrra, það er hérna From Grandma with Love teppið. Ég var sérst að klára græna litin, þannig ég kom með 5 dúllur af græna og búin að vinda upp 3. litin sem er komin í póka frammi en ekkert byrjuð, þannig ég var ekkert að sýna ykkur það. Og þetta eru sérst samtals 6 hespur af þessu jurtalita gatni frá Finnlandi sem ég keypti í samyrkjubúi í Svíþjóð. Og ég hélt að ég myndi nefnilega ná 6 dúllum úr hverri hespu en það lítur ekki út fyrir það og ég ætla að sjá til hvort að ég fiffi eitthvað síðustu dúlluna úr hverjum lit með því að nota meira, að nota hvítt í blúnduna eða eitthvað. Eða hvort að, ef mér finnst það vera of lítið með þess að 30 dúllum, að þá get ég náttúrulega bara að nota hvíta gatnið. Þetta er bara flóra og það er alveg sama teygja í því og í finnska ullagatninu þegar búið er að þvoða. Þannig að þá hugsanlega ger ég bara 5 alveg hvítar dúllur líka. En ég ætla þegar við búum alla litina þá ætla ég að þægi þá og strekki þá alla jafn stóra og legg þá til og sé hvað mér finnst. Hvort að ég þurfi bara að gera kannski fallegan stóran kant utan teppið eða hvort ég bý til hérna eitt sett af alveg hvítum. Síðan er það Feel Free peysan sem er síðan í maí. Hún er úr alpaka bouclé frá Drops og þegar ég var búin að fatta hvernig ég átti að gera vaffhálsmálið þá fór hún bara aftur í hvíld. Þetta er sérst hérna vaffhálsmálið og það byrjar frekar neðarlega á búknum þannig að ég á eftir að prjóna eins og svona í viðbót af búknum áður en ég fyrir að gera ermarnar og setja þær upp á prjónin með til þess að klára hana. Þannig að þetta er nú allt farið að ganga og ég ákvað að leggja hana frá mér þegar ég var búin að uppgöta hvernig þetta vaffhálsmál var gert. Það var alls ekki augljóst fyrir mína parta allavega í uppskriftinni sjálfri þannig að ég þurfti að fara í vídeóin og versumst við að finna það en fann út úr því og núna er þetta að verða að einhverju. Nú síðan er það sem ég reyndar byrja líka í desember á hérna Northeasterly renningateppinu og er að nota í það sérst gatn úr öðru af heimatilbúna dagatalinu sem ég fekk í fyrra og er búin sérst að gera lengdina og þetta er sérst rúmlega lengdina á mér. Þetta er svona verður milli 1,75 og 1,80 þegar ég er búin að þvo þetta og sérst dagur 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 og ég man ekkert hvar ég var því ég sýndi ykkur að síðast að því að í gærmorgun færði ég merkin alltaf hingað því þá hélt ég upptakan væri í lagi og allt. En ég sérst er byrjuð á renningin nr. 2 að prjóna hann við og það er svona pínu maus að koma því af stað en svo er það ekkert mál þegar maður er búin að eins og ég er núna búin að gera festa nýja renningin 3 við að þá er þetta hægt að vinda upp á sig og vera með leiðindi og ég næ 3 renningum mætti ég úr þessu dagatali svo skoða ég bara í framhald af því hvað bætist við þar. Síðan er það nýtt uppfit No Frills eftir Petite Knitting á Ravelli og ég er að nota gatn sem ég var að byrja að nota í Wool and Honey eftir Andreu Mári sem ég lét hana lita fyrir mig hana Kristínu eftir handverkshátíðina og þetta er soft sock 100% merin og ull dröfn heitir liturinn yndislega fallegt og samkvæmt uppskriftinni á maður að nota móhair með og ég valdi bara hvítt eða svona off-white einhvítt, já, silki móhair frá Sandnes
Og þetta bara mjög einfalt og þægilegt, svo kallað svona raglan shade. Og það meira sem með styttum umferðum að aftan, þannig að maður á auðvitað að geta séð hvað framan og aftan á. Og ég bara hérna í löskunum ennþá. Og þetta verður bara yndislega lít og juicy. Ég að nota 4 mm nál og ég að gera stæðistu stærðina. Ég hefði alveg geta gert næststæðistu en af því ég prjóna fast og að nota sömu prjónastærð og gefnar upp í uppskriftinni, að þá fór ég bara upp hérna stærð á peysunni í staðan fyrir að fara upp í 4,5 mm því að mér finnst efnið rosalega fallegt sem að koma úr þessum 4 mm prjóni. Síðan byrja núna Stephen West partíið. Ég fitjaði upp á 2 hlutum frá honum. Keypti mér nokkrar uppskriftir eftir hann. Síðan sýna ykkur eftir. Og ég líka að endurnýta gard sem átti að fara í Shui Shrug sem ég hætti að gera. Þetta gard, einmitt sem ég keypti sérstaklega í það á handverkshátíðinni eftir systrabönd, en ég náttúrulega hérna, eins og ég segi, ég hætti við Shui Shrug og samt að nota gardni í næsta verkefni. Og þetta verður Parachute og Parachute á mynd á hérna Ravelli náttúrulega úr einhverjum trylltum litum og fegurð frá Stephen. En ég ætla bara fyrst og fremst að nota þessa. Ég á 2 hespur, sem 200 grömm og það talað 200–400 grömm. Þetta semst hérna íslenskt vor, heitir þessi litur, og skýjahula heitir þessi grái og hann verður með í partíinu. Og hérna, þannig að ég fer að setja inn svona nokkra garða af og til af þessum gráa og nota hann svo í ækortið. Og ég meira sem búin að panta mér ból til þess að vera í innan undir hérna vestinu. Sjá, fyrir ykkur sem ekki viti þá þetta Parachute og Stephen West í Parachute-inu sínu. Þannig að þetta sérst komið á prjónana og hérna í Flamingo, töskunum minni. Síðan það sem mér búið að dreyma frá deginum sem ég sá þessa uppskrift, eða þessa flík. Man ekki hvort ég sá fyrst peysuna og svo uppskriftina eða öfugt. Og það Malt Mania jakkapeysan Stevens og hún æði og ég get ekki lagt hennar frá mér. En ég gera það samt að því mér langar svo að gera verið í no-frillsinu líka á Parachute. En þessi fær mest athygli. Og ég skal hundur heita ef hún verður ekki búin eftir 2 vikur. En hérna efst í kragan notaði ég Melted Suri, ég kláraði alveg 2 hespur í það ásamt svona fingering Goosey Fiber lit og síðan ég bara að marla hérna niður með alls konar fallegum litum og ég bara elska þetta verkefni. Ég hérna elska aðdragandan að því að vera búin að vera með það svona lengi á heilanum og alveg jafn hugfangin og þegar ég sá það fyrst og ekki hefur ást mín á því minnkað þegar ég fór að sjá allar sætu stelpurnar í þessu og að fara í hilluna. Ég lofaði mér semst því að fara ekki að gera þetta fyrir en ég var búin að gringa svolítið af gömlum verkefnum og búin að taka til þarna í hillunum. Og þegar maður tekur, ég tók allt út úr hillunum og endurraða í og þá sér maður svolítið svona hvað maður getur hugsað sér við þetta og ég byrjaði á of fáum litum og hérna ég ruglaðist að koma alltaf inn skilaboð upp á skjáin. Þannig að í fyrradag þá vatt ég upp fleiri hespur til þess að setja mig í leikinn. Og ég bara svona, þú veist, grípi í þetta og setja nýja lit og bara þegar mér sýnist og ég að passa mig nefnilega að eiga nóg í
í náttúrulega ermarnar. Ég vil að hafa þær svolítið líkar búknum, helst bara eins þar sem að það er á við. Og þetta eru þá fyrstu litirnir sem ég er búin að nota, fyrir utan Baby Suri sem er alveg búið þarna í kraganum. Og þetta eru litirnir sem ég er að vinna með núna. Og það er ekkert ólíklegt að ég þurfa að græja 1-2 liti í viðbót. Já, eftir að bæta þessum hér 2 við. Og síðan er hérna, ég ætla að nota Baby Surið, ég ætla að lækka hérna í kallinum. Hann er að reyna að hjálpa með greið með þessa upptöku. Prófa að endur þessa síman. Akkur datt mér það ekki í hug. Jæja, við höldum okkur við þetta format sem ég er búin að finna upp á. En hérna, ég ætla að nota þennan Baby Suri neðst á kantinn á peysunni. Og ég ætla ekki að vera með Baby Suri hérna í þessu. Já, þannig að það er ekkert ólíklegt að þegar ég er búin að gera ermarnar, að ég ætla að fara svona, ég þarf að lesa bara aðeins uppskriftina, sjá hvað ermarnar er að vera langar og finna svolítið út úr þessu hvað er að fara að gerast. Og hérna, hugsanlega bara skella ermunum í leið og ég sé að ég er komin með hvað þær þurfa að vera langar í samræmi við búkinn og sjá svona hvernig þetta gengur allt saman. Ég get allavega að byrja á annar erminni og prjóna hana svolítið samhliða búknum til þess að þetta fylgist að og að ég verði með nóg af garni í það, annars er það ekki tundra í hættunni. Þannig að Malt-Mania cardigan og ég lag svo til að vera í honum. Ég verð með lögheimili mitt í Glow with the Flow og Malt-Mania cardigan þar sem eftir lifir þessa vetrar. Takk fyrir dag. Nú, síðan datt í pokan, Steven datt í pokan hjá mér, blessaðu kallinn. Ég hugsaði strax og ég sá, og leið og ég var búin að ákveða að gera Malt-Mania þá ákvað ég líka að afgangurinn af garninu úr Malt-Mania yrði að verða sjal sem ég geti nota við það, því hún er náttúrulega ekkert lokuð jakkapeysan, þannig að það er gott að geta kannski hendi yfir þessi nettu sjali hérna yfir ef það er kalt og maður er bara að fara út í peysunni. Eða ekki, þetta er bara svo fallega litir, þeir eru verða að verða að ykkur áfram. Pearl Break verður afgangasjalið við Malt-Mania og hér er hún Linda Sæta hún prjónaði þetta sjal og er á forsíðinu á uppskriftinni með sjalið sitt fallega. Og ég ætla að gera það og það er náttúrulega bara dásamlega einföld uppskrift. Þetta er bara ein blaðsíða. Gæti ekki verið einfaldara. Og það er svona, þú veist, það sem hann gerir hann Steven West, hann lætur hlutina líta út fyrir að vera svo flókna eins og þetta parachute, það stóð í mér að þetta lúkaði svo flókið, þannig er það bara alls ekki. Svo að það eru 2 blaðsíður. Og fyrir blaðsíðan er aðalega bara upplýsingar hvernig átt að gera þetta og svo er uppskriftin bara næstu blaðsíðu. Svo langar mig að gera Textures Unite. Það fyrir að prjóna fljótlega úr einhverjum fallegum hespum. Og í gær horfði ég á hana Guðlaugu í þráðum og hún nefnilega hafði hitt Steven og sest niður með honum og hann hjálpaði henni svolítið að raða í þetta sjal. Og ef þið eru eitthvað svona efinsum og eru að gera sjalið og hvernig þið viljið að flæðið sé í því, að þá náttúrulega er hann að útskýra það svolítið fyrir Guðlaug hvernig sé best að raða þessu upp og svona, og það er rosalega gott að horfa það til þess að hafa til hliðsjónar með það, og ég ætla að gera það aftur þegar ég fer að velja mér í þetta. Þá ætla ég að horfa á þann hluta af þættinum aftur til þess að fullvissa mig að ég sé á réttri
leið með það. Nú, síðan það Melted Mirage og það með Queen Fiber eða að halda á 2 þráðum af mohair. Þetta sérst brioche-sjal og síðan sokkaprjóns grófleika garn. Og bara einfalt og fallegt svona brioche-sjal með dúskum, svona stuttum skúfum sem að mér finnst alveg þeir verða á mínu sjali. 4. sjalið, Seriously Holy og það Seriously já, ég ímynda mér að það sé að því hann notar Baby Suri í sjalið og væntanlega þar þá hægt að nota 2 þræði af mohair garni ef maður kemst ekki í súrið. Og nú ætla ég að taka upp henni 3. sinn myndina af sjálfnu eins og að leggur sig og sýningur og þetta bara náttúrulega eins og teppi, fallegt teppi. Og mér finnst þetta þessi smáatriði, þau gefa svo brjálaða dýpt í sjalið, mér finnst það svo óbúslega fallegt. Þannig að, og ég ætla að gera þetta. Ég á eitt svona risastórt brioche-sjal sem ég prjónaði í hitti fyrra, sem ég kalla veiðivatnasjalið mitt og ég nota það alltaf, ég tek það alltaf með þegar við erum að fara upp á hálendi, af því að þó maður sé með hita í tjaldvagnunum þá samt oft kalt og meira sér líka inn í veiðihúsunum þegar maður í þeim og þá set ég þetta vefi þessu sjali ofan á herðarnar á mér þegar ég komin á í svefnpokann og mér verður bara hlýtt. Það bara æðislegt. Og já, þannig að það eitthvað svona sjalaæði í uppsiglingu. Sjal nr. 5. Night Shift eftir Andru Mári. Ég ekki með myndaði að því ég prentaði ekki út forsíðuna, en þetta bara Night Shift ára verli. Það notað Spin Cycle garn frá Ameríku í það og ég ætla bara að nota mitt handspunna garn sem ég hef verið að spinna sjálf í það og hlakka óskaplega til að fara að gera það. Það mánudagsmorgun og ég bara búin að drekka 1 kaffibolla og að taka þetta upp í annað sinn. Finnst ykkur ekki nóg að vera orðin pínu byrjuð? Þannig að það á döfinni. Síðan það hún Tabby í Hey Sister podcastinu og sem á með systur sinni litunar fyrirtæki Hey Sister Yarn Co. Hún að hanna mikið af uppskriftum og mikið af sokkauppskriftum og ég keypti mig 4 eftir þegar hún var með afslátt eða átt afmæli eða eitthvað. Keypti 4 og þá var ein af þeim frí og ég fekk mér Waiting for Henry sem með munsturprjóni og þetta sokkar sem hún hannaði þegar hún var að bíða eftir fæðingu yngsta sona síns, hans Henrys. Og mér langar rosalega að gera þá. Mér finnst það óbúslega fallegir. Og hún rosalega svona stílhrein þessi stelpa. Snowfall socks. Þetta bara voða fallegt fyrir svona lítið freknótt garn. Svona bara mjög einfalt munstur. Sweater weather sem svona svolítið kaðla en þetta örugglega prjónað án kaðlaprjóns af því að ég veit að hún sjálf ekki brjálæðislega hrifin af því. Hún notaði náttúrulega hún hannaði líka þessa húu uppskrift og þar notaði hún kaðlaprjón af því þar svolítið svona hefi, eitt kaðlan svolítið hefi í því. Wonderland socks og það bara sýnist mér svolítið mikið vera bara svona óprjónaðar lykkjur. Það mjög fallegt. Síðan á sínum tíma þá prjónaði ég Kamilu kápuna á hrafninu mína þegar hún var 9 ára 1 árs. Prjónaði hana korter í jól og prjónaði næstu yfir mig. Maður gerir ekki svoleiðis í desember, þannig að ég þurfti aðeins að bara, bakka frá prjónunum eftir það.
en hún guðdómlega falleg og allt það. En mig langar að fara að byrja á að gera stelpulegri kápu á hana og það hún Álfrún eftir hana Björg og hún með hettu og hún svona svolítið stelpulegri, hún svona aðeins fullorðinslegri. Og ég ætla að gefa mig góðan tíma þegar ég ákveði að byrja á henni. Hún verður þá ekki gerð fyrir jól, heldur bara þegar ég vill. Nú, það ennþá nokkrar töskur eftir á handverkhelgu.com með 50% afslætti. Ég að fara að setjast upp saumavélina. Við erum búin að vera í standi stórræðum hérna síðustu vikurnar hjónin. Við fórum að horfa á Marie Kondo á Netflix og þið sem hafið heyrt það viti hvað það þýðir. Maður brjálast og tekur til í hverjum grók og kema heima hjá sér og líka heima hjá mömmu sinni og svona. Hingja mamma. Fekk að finna fyrir mér. Nei, þetta bara ótrúlega gott að fara algjörlega. Maður fer ofan í hvern einasta kassa og sturtar úr honum og fer í gegnum hvern einasta hlut og þú veist, vill maður eiga hann, vill maður gefa hann, vill maður selja hann eða bara henda honum. Og hún kennir manni svona aðferð til þess að díla við það. Og við erum búin að vera því. Við erum bara eftir að svona fínisera í geymslunni út í bílskúr en það bara svo kalt að við ætlum aðeins að bíða með það. Og þá verður bara allt orðið tipptopp og nú bara, þú veist, enda ég miklu spenntari fyrir, þú veist, núna finnst mér bara spennandi að finna nýjar mataruppskriftir og eitthvað því ég hef pláss í heilanum fyrir það. Það bara einhvern veginn þegar maður tekur svona vel til og fer svona vel yfir dótið sitt, þá hreinsast líka rosalega mikið til hérna uppi. Þannig að ég mæli með Marie Kondo og þetta náttúrulega þegar maður búin að taka svona rosalega vel til og allt svona fínt og flott hjá manni, þá bara fær maður alveg fullt af auka prjónutíma og saumatíma fyrir töskurnar og ég mun náttúrulega vera með þessar hefðbundnu töskur mínar og kassalögu, þær hafa alveg slegið í gegn og ekki ein eftir. Ég meira þess að gefið eina af þessu sem fóru ekki í búðina því að það var eitthvað pínaðin en viðkomandi döð langaði svo að prófa. Og svo kannski kem ég með eitthvað nýtt líka. Sé bara hvernig það verður. En ég ætla bara að vona að þessi upptaka hafi tekist. Annars prófa ég að endurræsa símann og gera þetta í fjórða sinn. Helst ekki samt. En þetta verður allavega í styttra lægja því að ég er búin að vera svo meðvituð tíman og alltaf að stoppa og byrja og svona. En ég bara sé ykkur eftir 2 vikur og þangað til óska ég ykkur góðrar og gleðulegra handavinnu vikna. Og við sjáumst hress. Takk fyrir og bless bless.